Þú fær 15 króna afslátt í 10. hvert skipti sem þú dælir 25 lítrum eða meira með Óbí-lyklinum. Afsláttur allan hringinn með Óbí-lyklinum. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á Íslandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki. Nú er komin ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Hlaðin tækninýjungum eins og Smart TV, Cinema 3D, innbyggðu Wi-Fi og fleira. Komdu í hátækni og sjáðu nýju línuna af LG sjónvörpum. Strekið er snilld. Já, komið í sæl og blessu og verið velkomin með okkur í Kíkt á heimavöllin. Við erum mættir alla leið út til Mosfellsbæjar. Það tók okkur ekki nema 20 mínútur að keyra þetta frá höfuðborginni og við erum komin út í sveit. Þetta er glæsilegt. Hér býð okkar tveir barskir piltar og þeir ætla að sína okkur sín heimakynni. Þetta eru þeir Þrándur Gíslason og Davíð Svansson. Komið sælir strákar. Sælir blessaður. Hvað segir gott? Ljómandi. Er það ekki? Jó, þetta er ásalegt maður. Já. Mjög gott. Sólin skín og við erum að fara norður í frostið og Já. bara alltaf ekki ræst. Við skulum bara demba okkur beint í þetta. Hvað ætlaði að bjóða upp á kaffi eða? Byrjaði að bjóða upp á kaffi. Ó, ljómandi. Það er ekki að verða endan en þessar dögur. En við ætlum að fá okkur sæti hérna með strákonum og sulli ykkur eins og einu kaffi. Ég sé þeir eru búin að hella í bollan fyrir með strákar, ánægður með ykkur. Það er heimilisvægt að varma, skal ég segja. Og hvað segir mér, þið náttúrulega, sennilega þið og Akureyringar, hvað opnið meiðsli í vetur og hvern líkir mann fættir öðrum sem búin að meiðast hjá okkur. Hvernig er svona hópurinn annars uppbyggður, eldri, yngri og svoleiðis? Það er bara, ég meina, kjóklingarnir eru búin að stíga mikið upp og skipa stóran sess í liðinu núna. Ég meina, þetta er mestmegnis byggt á þeim núna og svo nokkur reynslu boltamann inn á milli. Mér og Davíð og Krumma og Hilmar er náttúrulega hann með 1 og 3 sem stjórnar þessu og sér þetta. Já. Hilmar getur verið pabbi eða ekki einhverja stráka í liðinu? Jú, hann er held ég pabbi. Menn er ekki vissir sko. Hæðin á honum Birki, hann segir alveg til að það geti ekki verið pabbi hans. Þetta heyrði ég einhverju söguræði þegar Hilmar fór á gæti að vera afsprengi þess, ég veit ekki, skulum ekki vera að fara nánar um það. En hann er nú að sennilega klára sín síðasta tímabil núna og stegu upp í síðasta leik og skoraði 7 mörk og markaði æstur og kláraði Eyringana og við komum til að sakna hans en ég meina það er fullt af sprækum mönnum að stígu upp og koma inn þannig að við höfum engar áhyggjur sko. Og hvernig er mórallinn í liðinu? Þið eru núna búin að fá eins og þú segir marga kjúkling inn og hann hlýtur að vera gaman að vera eins að djóka í þeim og kenna þeim hvernig þetta virkar í meistaraflokki. Já, þeir koma mjög sterkir inn og þú veist, þeir eru líka bara þeir hafa fundið líka strax, þeir eru velkomnir, þú veist, það var ekki erfitt að koma inn í þennan hóp. Góð mórall fyrir og svona, við erum duglegir að hittast og henda í súpu á þriðjudegi og borða saman eftir æfingu og þó sé ekki tilefni eða neitt, þannig og ýmislegt svona sem við reynum að gera til þess að hafa gaman. Já, klálega og það náttúrulega hefur verið sko einkennt held ég bara liðið í ár hvað er góð mórall. Við erum alltaf upp og ofan alltaf í gegnum tíðina en mér finnst bara sérstaklega í ár að vera mjög góð mórall þannig að það hefur ekki verið óþægilegt fyrir neitt held ég að koma inn í þennan hóp sko. Það er náttúrulega, það hlýtur að vera bara ákveðin kostur að vera með svona jákvæðinu og gleði í kringum þetta. Já, það er náttúrulega á því sem við byggjum okkar lið, okkar leik, skipulag og allt þetta snýst bara það að hafa baráttu og gaman, það er náttúrulega bara þetta flestir þekkjur bara varandi Aftureldingu, það er það sem við gefumst aldrei upp og það snýst þetta hjá okkur. Við erum náttúrulega kannski ekki með hæfileikaríkustu mennina og sterkustu og stærstu en við erum að tökum fyrir langt á huganum og baráttinu. Og við erum konur út á Varmá og ríkala stórt svæði. Hvað ætlið að sýna okkur í dag? Við ætlum bara að taka rúndir eins og við tökum hann bara þegar á velunum degi þegar við förum mætum á æfingu og svo er það bara klefinn og salurinn og lyftingasalurinn og náttúrulega byrja á kaffi á starfsfólkinu sem gerir allt fyrir okkur.
og þetta virkilega heimilislegt og og svo það bara potturinn og ísbaðið og hér allt til alls sko. Allt til alls á varma og... Já. Það nóg svæði og við okkur vantar ekkert að við erum að fara í undirbúningstímabil eða hvað við erum að gera. Á stór svæði það eru 2 stórir fótboltavellir og það eru 3 handboltavellir og það nóg að gera. Tartan og góðir hlauparhringir og Mósvellir og Reykjafellið og við erum búin að hlaupa svona allt saman. Stutt í Esjuna og Ekki sig fannst ekki leiðilegt að senda ykkur úr Esjuna. Þannig ég vona að ég ekki að hafa verið sendir í Esjuna. Það eins gott í það sko. Það kannski ein spurning sem brennur hvað mest á mér, strákar. Það þessi skiptingu hér að spila í gamla salnum og svo í nýja salnum. Þið spilið í nýja salnum í ár, gamla salnum í fyrra við minni rétt. Hvað veldur? Sko, fyrir stuðningsmenn og fyrir svona leikinn og svona, þá náttúrulega Gryfjan uppi að frábær staður. Maður nálægt vellinum, maður mikill hluti af leiknum. Gríðarleg saga. Já, gríðarleg saga. Við erum náttúrulega Íslandsdeildar og byggarmeistar þarna 98 og það náttúrulega svakalegur geimur og það verður svakaleg lætið þarna sem myndast og stúkurnar brattar og maður von í vellinum sko. En það sem eiginlega að gera það ómögulegt að sé hægt að spila þarna að gólfið þarna bara eldgamalt ónýtt sko. Getum alveg verið bara út á Sparkvelli eða Malbikinu sko. Og þú veist það bara kemur í álagsmeiðslum og beinunubólgu og brotna viðbeini og þú veist eitthvað svona ruglskilur sem þannig að við bara fluttum okkur niður og reyndum að stúka völlina af með einhverju tjaldi og minnka eins þetta rosalega rými og svo það bara þú veist að þjappa fólkinu saman í stúkunni og stúka eða svona hólfa hann af. Þá verður þetta að gera ágætis stemningu þar. Eins og myndaðist hún á móti ÍR í síðasta leik, það var svakaleg læti og heyrðist þetta ekki múkk í ÍR-ingum en okkar menn voru galvaskir á pöllunum. Það líka miklu betra fyrir fréttaritara og sjónvarpsfélagar og svona, þeir hafa gjörsamlega neitað að koma upp í gamla salinn. Það náttúrulega hundleiðilegt að vera að tróðast inn með einhverjum myndavél bara í gegnum mannfjöldan og svo upp í einhverju litla tréstúku. Já, fyrir núna að Og sérðu ekkert. Margir stuðningsmenn náttúrulega líka vissi ekki að það væri hægri hornum minni fyrir við fórum niður sko. Þeir eru svo nálægt öllum þeir sjá ekki sko. Já, sérstaklega kannski þegar Hilmar í hægri horninu. Hann kannski ekki svo hæstu heldur. Við ætlum að rölda startþróar og þið leiðið ykkur bara fram. Já, ekki svo. Safnast menn svona saman þegar fyrir að líða æfingu. Menn tínast inn ýmist yfir Mósvellingnum í sófanum eða yfir einnig góri skák. Já, fyrir bókasafninu á kantinum. Já, hér allt til alls. Og svo nú yfirleitt kaffikonurnar sem við vorum að bjóða upp á kaffi á ráðan. Það standa yfirleitt sko. En nú eru skólarnir og svona og krakkarnir hafa lítið með þetta kaffi að gera þannig að menn sita og grípa í einn lukkuláka, eina sirpu eða eitthvað og maður nú Jói freka þreyttur á mig, ég tek hann alltaf á heimaskítsmát hann fellur alltaf fyrir því. Ert þú sérst yfir bara skákmaður í liðinu? Já, ég er fæddur mikill skákmaður og nú aldrei lært neitt. Jú, ég fór á eitt námskeið þegar ég var 12 ára en annars ég svona með mikla meðfædda skákhæfileika og ef það væri ekki fyrir handboltan þá væri ég sennilega þar að ná mér í stórmeistaratitil núna sko. Getur þú tekið undir þetta og staðfest af því? Já, klárlega ég get gert af því að ég er ánefað eitt svo slakasti tálmaður sem Sigur fara af þannig að hann er klárlega betri ég þannig að ég ætla ekki að mótmála neitt. Já, þetta er leikur hugans og menn eru svolítið taktýr, þú voru að skipuleggja þig. Þeir þyrftu að vera með bolta sko, tafnmenn, til þess að ég myndi nenna þér sko. Annars, ég get ekki sitið svona lengi að hugsa sko. Nei. Herru, þetta er bara stórglæsileg aðstæða og gaman að menn hafi svona félagsheimili inn í heimilinu líka. Já, algjörlega. Og svo eru bara starfsfólki og þetta er allt saman heimilislegt og hugulegt. Hann er tvískiptur, ég hef búinn að segja það oftar en einu sinni þrætti að ég er ekki hrifinn af því. Nei. En þá ákveðins reyndar stemming að það er gatt á milli. Hann er götóttur. Hann er götóttur. Það er nú alveg rétt. Það myndast ákveðin stéttaskipting og yngri fá nú yfirleitt að dúsa í B-álmunni eins og ég sjáði. Og eldri eru þannig í A-álmunni. Ég er nú var svo lengi í yngri að ég er ennþá í B-álmunni. Ég á minn snaga með 35. Já. Og notaðu þá bara þennan eina snagan sem 35 væri? Já, ég á +-1 En
það fyrir nú að koma því að ég þurfa að fara að flytja mig yfir í Álmuna. Kjúklingarnir eru verið heldur margir og fækkar í þeim eldri, þannig að en Davíð Davíð, þú ert hinum megin. Já, ég er hinum megin, klálega. Það kom ekkert annað til mála. Ég hef ekki skrifað undir samning nema að vera að komast í Álmuna. En það er ekki það við kannski höfum ekki af gott og margir, en við deilum klefanum okkar með öllum öðrum sem koma og stunda yfir. Við erum með, eins og við tölum við erum með 3 handboltavelli og við erum með 2 stóra fótboltavelli og tartara og fótboltalið og 11 deildir innan klúbbsins og við erum með 4 búningsklefa. Það segir svo svolítið að það er ekki búið að vera með okkur eigin búningsklefa. Nei, akkurat en hvað var það svona sektarsjóð og annað? Eru þið með slíkt starfrækt hérna í Aftureldingu? Já, við erum með sérþjálfunir fyrir sektarsjóðin sko. En við erum búin að taka held ég 8 kjúklingatínslur upp í Borgarfirði í vetur og það verið að koma vel og aðra milljón í sektarsjóðin og við stefnum að gera eitthvað gott þegar tímabilinu lýkur, saman hvernig það nú verður, það kemur í ljós næsta dag. Já, hver er sektarstjóri? Það er hann Hrannar Guðmundsson og Jóhann er svona honum til hald og traust. Mikið ósætt átt við sektir sem menn að fá, með takir sem menn bara með ekki? Já, menn fá sektir fyrir að tuði við sektum, þannig að menn verða bara að taka því, en þó svo að menn séu duglegir við að tuða, það er náttúrulega bara partur af því. Hann er sennilega einn og óeðlilegasti sektarstjóri líka allar tíma, ég held að hann ekki fengið sekt, hann borgar bara mánaðargjald sko, hann ekki fengið sekt sko. Ekki sjálfur? Og svo er þeir grimmir að sekta sko, þeir sekta fyrir allt og svo taka þeir boltan og töskur á mönnum og félaga og sekta svo fyrir að gleyma og þetta er óttalega skítsæðisáttur en ég meina svo byrjar maður að tuða þá fær maður bara sekt aukalega. Heldur þú að fáið sekt fyrir þetta? Ég reikna fastlega með því en ég meina þetta er bara eitthvað sem svona fórnarkostnað sem maður taka til að koma þessu upp á yfirborðið. Já. Þetta verður að koma í fram í dagsljósi. Þetta spurning að fá sérstakann saksóknara bara í máli. Já, nákvæmlega. Kíkjum inn í sturtu, þið eru örugglega með sturtur eins og allir aðrir. Já, hér á nú nokkrir verið raskildir. Já. Og eins og tíðkast í hjá öllum handboltaliðum og þá er mýið á menn og þú veist, pissa í sópuna og svona. Þetta er bara klassíst. Já. Þetta er staðarbúnaður fyrir kjúklingarna að geta haldið sér í eitthvað þegar það er verið að raskella. Já, þetta er staðarbúnaður. Það er greinilega mikið verið hér sko, menn vilja nota báða. Það er alltaf hérna fara raskellingan fram eins og þessi slá byrja þessi merki sko. Það er engin smá þegar 14. maður er farin að raskella þá er gripið orðið helvíti þétt á stöngina sko. Og það stendur nú til að pússa þetta upp á mála en það kemur að því. Það kemur að því bara... Við menn þetta er raskella Birki og ég hugsa að hún verði ekki bein eftir að hafa búið raskella hans. Enda er hann kallað kalkúninn, ekki kjúklingurinn. Erum við áfram heldur leiðin. Þetta er sko saga Aftureldingar sem sagt á í máli og myndum. Já. Hún hangir hérna og hérna er sem sagt handklæðið við Aftureldingar í Hálóðalandi árið 1949. Þetta eru frændur mínir hérna frá Reykjum í Mosfellsdal og í Mosfellsbæ segi og þeir voru kallaði dvergarnir 7, ég held að þeir eru allir verið yfir 2 metra. Og svo beitt þeir alls konar. Já, hérna eru þeir Jón Magnús og Þórður á Dælustöðinni og Halldór Lárusson og fleiri góði menn. Eins og ég segi, það er mikið af tilfinningum hérna og saga. Fornfrægur klúbbur. Já. Og svo er þetta allt frændum hans og þetta eru einhverjir afi og pabbi og þú veist, það er allir sko. Akkurat. Það hafa allir tekið þátt sko. Og svo svona sjáum við glitta svona inn í gamla... Já, við erum aðeins að taka myndið Hérna var það sko. Hérna voru úrslitaðir Eyvíinn Háð 1 og annað og sennilega aldrei undir 2000 manns inn í sér stúku sko. Sennilega ekki sko og hérna sjáu þið, hérna er maður nálægt vellinum sko. Maður sér hvert einasta fruss og grettu og þú veist, maður sér klípi í pung og maður sér þetta allt saman þegar maður er svona nálægt sko. Þá er maður partur af þessu. Fyrir utan hvað maður hefur mikil áhrif á leikinn sem áhorfandi líka þegar maður er svona onni í þessu baulandi á hornamannina. Akkurat, kúabjöllurnar, þær voru nú þekktar hérna. Já. Var það ekki eitthvað sem þið fengu í Evrópukeppninni? Gjöf frá einhverju, er ég að fara með vitlaust mál þarna kannski bara? Það er vel verið, ég bara þekki ekki sko. Þetta var allavega gjöf frá honum Bjarnáskel frá Holtakjúkling, var alltaf mestar Holtakjúkling. Það getur vel verið að það hafi verið í gangi með reglum, það getur vel verið, maður ekki sko.
Það var eitthvað sérna að saga kringum K.A. afturhelding hérna, 97 ára Koma við. með þessar böllur allan. Böllur. Við en við vildum fá sko að æfa niður og spila hérna, en það veist ekki búið. Nei. Það hérna eitthvað. Jæja. En það ég meina, við verðum bara hérna, við náum góðri stemmingu niður, það er engin spurning. Og komast á winning streak, þá verður allt vittast í bæjarfélaginu, alveg bara 2 sigurleikir í röð og þá fer allt á stað sko. Þannig stemningin í bænum sko, hérna, þú veist, hérna, ef okkur gengur vel í 2-3 leiki, þá verður allt vittlust sko. Ingimundur Helgason, hann formaður Hanglisdeildar, eða ekki? Nei, hann formaður Heimaleikjarráðs. Heimaleikjarráðs, og hann var einhver örgast vítaskytta hérna deildarinnar í gamla daga, geta ekki passað? Jó, hann, já. Hann hefur sannlega skorað 1 og 1 markið á þessu vítapunktinum. Já. Hann örugglega einn svo leikmaður sem hefur oftast komið inn á einungis til að taka vítakost. Já. Hann var eins og leikmaður sem var á skýrslu bara til þess að taka víti. En hann skoraði á þeim, hann má eiga það, kalli. Hann skoraði þarna ófámörkin. Og lifir á því sko. Hann lifir á því hann það. Þetta er ekkert flókið sko. Þetta er ekkert flókið. Hann skota þetta niðri. Áfram veginn. Áfram veginn. Hérna sem sagt heimavöllurinn okkar. Já. Og hérna eru 2 löggildir fullir handboltavellir, ekki sett, þegar tjaldið í miðjunni tekið niður. Já. Þetta er ekki ósvipað bara í Kaplakrika, það er ekki akkurat svona. Þessi 2 vellir. Æfið einhvern tímann á öllum salnum strákar? Nei, það held ég ekki. Ég held að hérna, já, við hérna fáum eitthvað að fara að minna með Harpix á yfir nema þegar eru leikir. Það eru 5 leikadeildin sem hérna, er mikið annað hinum einn og þess vegna fáum við ekki mikið að vera með Harpix það. Þeim finnst það ekki mjög gott. Ég skil. Og hér get ég bara sagt sjálfur frá að hér er eitt besta bakkelsið með leikjónum. Er það ekki? Jú, yndislegar þessar stúlkur sem komu hérna, það voru 10 mínútur búin að leiknum á 10 daginn, komu þessi yndislegar stúlkur og sagði, má ekki bæta á bakkan hjá okkur? Hvað heldur? Hvað heldur? Það er bara refill, bara steady, þetta er svo bestu veitingahúsinu. Það séu það Ingimundur Helga, hann er að standa sig. Það er bara einfaldlega þannig. Hann er sennilega ennþá eitthvað tengt vítaskottunum sko. Eða þú hefur eitthvað glemtir í bakkelsinu, það getur verið það líka. Þú veit að sérbakkað vínarbrauðið gott maður, beintur á Mosesbakkari. Það er bara svona kaka ásins, Hangimur Mosesbakkari. Herru, þá ætlum við hérna... Svo er boltakistan hérna, hérna er Harpix skápurinn og hann þetta er alltaf verið að lemtra eitthvað. Já. Reyndist nú að taka til hérna, ég var búinn að biðja stjórnina að taka til hérna og ég vona á ykkur. En hérna... Þetta er bara heimilislegt. Já, svo erum við sem erum að þjálfa, við fáum svona fína skápa hérna. Og ég ég er með 7. flokk kalla á. Hérna er maður með hérna alls konar, bananakippu, hrökkbrauð. Hérna er allt til alls, þyngingavesti hérna, lóðavesti. Já. Og svona þegar maður fyrir að tapa vikt, þá verður maður bara að bæta sér það upp einhvern veginn öðruvísi. Já. Hann vil bara meina að hann saknar bumbuna sem tíma fyrir mig. Já. Setur hann upp aftur. Þetta er reyndar mjög fín aðstæða hérna. Já, hér er allt til alls og hérna eru trommurnar. Já. Pabbi tók sér til og hérna, hann fannst að döpur staðan á hérna trommukjónum, þannig að hann hérna var að drífa sig úr vinnunni og hérna þreif með sér hérna klósettbusta og teipaði hann allan og það sándar svo svaka vel í þessu maður, hann fór að keypti 10 viðbúð og teipaði alla og nú standa allir krakkarnir með hérna teipaða klósettbusta upp í stúku og hamra skinni alveg. Þetta er sennilega eini klúburinn í heiminn svona klósettbusta sem trommukjöð. Það gæti verið. Já. Og hérna... Ég minna menn redda sér í sveitinni, þetta lærir maður í sveitinni, sjá hérna eru fleiri. Var fyrsti hérna sem pabbi kannski kom með, var hann notaður það? Já, en ekki í að þrýfa klósett. Nei, já. Hann var hérna, hann er að rækta rósir og hann nota til að þrýfa túlípanum fyrir. Já. Þetta er hérna um allt, Þetta er alltaf hérna. Þetta er alltaf. Var þetta fundarafstöðuna, þá er kannski gott að segja það að hún var svona alltaf, við hættum að nenna því, hún var þarna út í gám, sko. Hæ? Þarna er gámur sem er innréttaður, sko. Þarna var alltaf, þetta var sko svo fallið, svona skólastofa, svona sumarbústaður, má ég segja. En hann var rifinn og hann setti 2 gámar í staðinn. Það var greinilega ekki upp á eitthvað tísku eitthvað, en það var bara eitthvað betra.
svo alltaf einhver pólverufjölskylda þarna sem að vill allir fara þegar við erum með fundi og við við ákveðum að halda bara fundina inni í klefanum. Það vídeófundir inn í klefanum, það gott að vita. Hér gerast hlutinni, sko. Þetta Blás út. Hér allir alls, þetta líkamsræktarstöðin Elding sem að Hjalti Úrsvits Árnason rekur. Og hér bara allt til alls. Engu til spara hvað var allavega að setja tækin og þétt saman sínist mér. Nei, við erum náttúrulega, þetta íþróttahús hefur náttúrulega ekki verið stækkað síðan við vorum 6.000 í bænum, sko, eða 5.000 eða eitthvað. En við erum orðin hátt í 10.000 núna, sko, þannig að en nú stendur til að stækka þetta place eitthvað. Það alveg komin tíma á það og fjölga klefum og svona. Og þá verður vonandi að þessi rýmra þetta allt saman. Já, en Hjalti, hann með skipulagi á hreinu, þetta gengur allt saman upp, sko. Já, svo þetta bara líka heimilislegt svona, þú veist, það Já, menn eru nægjusamir, en þú veist, hér allt sem að hugurinn girnist, hér handlóð og stangir og backbrúsur og tæki og hlaupabretti og göngubretti og skriðbretti og snjóbretti og allir pakkinn, sko. Það allt til alls hér. Og þið hefur fullan aðgang að þessu? Já, við hefum fullan aðgang og við megum ekki geyma töskurnar hérna, hann ekki ánægður með það. Menn klikkar svolítið á því, þá fá menn súpuna. Já, frá Hjalta? Já, það ekki gott að fá súpuna frá Hjalta, en öðru liti semur okkur mjög vel og hann á hróskilið fyrir sitt framtak sko. Já, klart. Ketilbjörnurnar og uppbyggingarstangir og teygjur og svo teygjurýmið hann út í enda og bara allt til alls? Hér allt til alls, sko. Já. Það ætti að lofta pungfílun út þarna við stóra dyr og Það var engin sukkin að koma hingað? Nei, ég get að lofa ykkur því. Já, bara höldum áfram. Þetta var á sínum tíma ætluðum við að gera þetta sem okkar klefa og gerðum það í einhvern tíma. Þangað til að fótboltinn tók aftur yfir, en það náttúrulega þá fyrir þetta ekki hérna. Það líkjörlega oftast í og það það ángreins þá bara málningur. Það verður að taka allt í gegn, ég trúi þessi ekki. Það líka frábærverðið, komum í loftræfting. Herru, við erum hérna allavega við erum komnir inn í klefa númer 5, 6, 7 og 8 en þeir lugaðu okkur á þannig að væri bara 4 klefar í húsinu. Þetta ekki partur á húsinu. Nei, þetta ekki partur á húsinu. Ég verður bara viðkynna, það komin nýju bekkir hérna síðan ég komið að segja loftræfting nýbúið að mála nýs. Við þurfum að fara að endurskoða þetta. Við þurfum að taka þetta aftur, af fótboltann. Fótboltinn hefur sérst aðsettið hérna? Það ekki einu sinni táfélag hérna, sko. Það ekki einu sinni táfélag, það var gott ég kíkti hingað. Það bara málningalíkt hérna? En það svolítið, mann líður svolítið svona frystihúsalýnsingin en maður svona, mann líður svolítið sem maður sé bara þurfa að vera í spennidreyfi Þetta hýsir kannski 20 litla fótboltastráka en ekki kannski svona fullvasta handboltamenn eins og þau eru hérna í handboltanum. Eins og Þrándur og Hilmar og Kalkoninn og þessu. Ó, Hilmar, já. Þrándur, Hilmar og Kalkoninn. Telur Hrafn ekki með hann. Nei. Sér á móti. Þetta alveg glæsilegt. Og vélarsalurinn við hliðina. Vélarsalurinn. Það verður geðveikt að komast inn í hann. Hann Robin. Hérna sko. Hérna við erum Hæ. Við erum aðeins að taka hérna að sína þvottavélina. Þvegið af ykkur strákar? Já, ég var mikil í þessu hérna fyrir árum út. En nú erum við komið mann í málið. Einars, hérna. Hérna sko. Þetta algjört leyni place, sko. Já. Myndaðalega var ekki komið hérna niður það. Er þetta bara vassgeymsla Mosfellssveitar eða? Nei, þetta sundlaugin hérna. Já, Mosfellslaugin. Við getum alltaf einhvern sundlaugin ef það er það sem við viljum gera. Já. Strákar, hvert erum við komnir? Hérna eru Dónagötin. Hérna eru Dónagötin eins og eru kölluð. Hérna, já, sjáum hvort þið sjáum mikið einhverja hérna í Bringusundinu hérna. Einhverja með appelsínuhúð og allan bakk. Það helviti gaman, sko. Hristist svona, það séu þetta. Þetta helviti magnað, sko. Sést betur hérna engin myndaður, sko. Nei, það engin að sunda, maður. Það engin í sundi en vatnið tært. Vatnið tært. Gamla góða AEG þvottavél, sko. Hún
hefur þvegið ófáa búningarna, oftar en einu svona, oftar en tvisvar, sko. Það er vel ekki hlauphæðir segja að það verið ekki auðvelt að aðgengja en að lappina gang og fram hjá sundgeymslunni. Nei, og á kvöldinu svona þegar myrkur hérna, þá vex þetta mönnum í augum að fara hérna niður. Já, með æfingasett og búninga eða vel? Æfingasett og búninga, sko. Svo situr starfsfólki hérna stundum fyrir manni og þau reykja hérna í búningan okkar, það er alveg yndislegt. Þau þurfum ekki að fara út. Já. Þetta er eiginlega bara ljómandi. Já, við þurfum að fá stærri þvottar en þetta. Já. En hérna, það verður einhvern tímann í framtíðinni þegar við komumst í plús. Já. Það ætti ekki að vera mikið vandamál. Nei, við hljótum að komast í plús á endan. Hérna er nýja uppátæki, neyðarsturta. Ég þarf ekki að gusa líklega yfir myndavélina ef ég tóa í þetta, en þetta er alveg frábært apparat hérna. Maður bara rífur hérna í og þá alveg svoleiðis buna vatni yfir mann, sko. Ef þú lendir í einhverju brjáluðu klórbaði eða eitthvað, þá er þetta alveg hérna, getur verið lífsspursmál. Það er allt til alls. Við hérna fengum þá til að setja þetta upp. Skíluþurrkari? Já, við vorum hérna, við fengum að velja hana hvort við fengum harpixhreinsi eða skíluþurrkara og við tókum þetta. Þetta er eiginlega mikilvægara, sko. Það heldur harpixhreinsirinn? Já. Við erum með fullt af kjúklingum til þess að þrífa boltan okkar. Það þarf ekkert. Þú væri ekkert að fá til að vinda skíluða líka bara? Það er nú kannski, við skilja þessu bara. En þetta er alveg... Það er okkur blendir eða... Já. En það er alveg harðlagst út í pott. Það sýnist mér nú að þurfa að sekta einhvern. Það er einn stullur frá meistaralóknum. Hvaða númer er þetta? Þetta er eitthvað... Hrannar, sektasjóðs, formað sektasjóðs. Að fá svona fyrstu sekt í vetur. Já, hér er þetta bara staðfest. Allt fyrir til fjanda, sko. Þá erum við með þennan hérna gæja, sko. Já. Some people stand in the darkness. Þú þekkir þetta? Afraid to Step into the light. Þarna, já. Þetta er náttúrulega bara Mitzi Baywatch, bara eins og hann leggur sig. Hasselhoff kallinn. Mitzi Baywatch. Þannig að þetta er alveg nauðsynlegt fyrir alla að vita af þessu, sko. Og Davíð, hafið þið aðganga þessu bara á hverjum degi sama hvernig tími dagsins er það? Já, hérna förum við, sumir dullir en aðrir að við skellum okkur hérna í pottinn eftir æfingar. Já. Sumir fleiri en aðrir, en við förum hérna bara eins og við viljum. Það hlýtur að vera náttúrulega ljómandi gott að hafa bara eiginlega ykkar eigin sundlaug í bakgarðinu. Já, það er náttúrulega bara mjög gott. Þetta er náttúrulega, eins og þið sjáu, þetta er nýuppgerður pottur hérna, þannig að þetta er forréttindapakki. Hérna fer slúðrið fram, hérna er slúðrað, hérna er talað um skemmtistaðisleika og þess áttar. Og hér er oft, kannski, menn dvelja þá lengi kannski á mánudögum sérstaklega. Já, það er alveg fram í rúsínupöta, sko. Já. Það er bara svo, sko. Og hérna, svo erum við náttúrulega með baunina. Þetta er pottur, hann er eins og baun í laginu. Hann er hérna, þær eru kjúklingarnir oft settir í þennan. Þetta er svona gerfinutt og eitthvað hérna slaft, sko. Hérna er aðalpotturinn, sko, baunin. Það er varúð bara, 42 gráður. Já, hérna er svona fyrir lengra komin, sko. Og hann er alveg skínandi hreinn eins og við sjáðu? Já, nýbúið að skúra hann og ryksuga hann, allt klárt. Þetta er eiginlega bara svona heimilislegur að hafa hann svona. Hérna er alveg fleiri uppbyggingastangir, en þetta er meira fyrir menn að sprauta það í sólinni? Já, ég er sprauta mig í sólinni. Ég held að það sé alveg... Þú ræður bara hvort þú tekur lærrið eða herristöngina. Þetta er væntum að myndi rífa á kassan líka. Já, það er ekki bara.
Persónulegt? Þetta er persónulegt? Já, persónulegt eftir ég fór yfir 100 kílóin, sko. En hérna, ég náði fleiri menn í Austurbergi. Bæting. Þannig að það síður bara að Jói Langar ekki eitthvað rétt að fylki. Það er rosalega. Hérna er bara rólegt, heitt á könnunni og sólinn skín alltaf hérna. Alltaf skjól. Þess útsýn yfir, hérna sjáum við Reykjafellið. Hérna við skokkum á tíðan og upp á Reykjafellið, sko. Og hérna tökum við hring sem heitir Álafossringurinn. Þá skokkum við upp Álafosskosina og hérna komum við niður hérna. Fram hjá Kentucky og þar. Þið veitir hvað það er? Jú. Hilmar koma við á leiðinni heim. Svo hérna, en svo er doktorinn líka, það er kallað doktorinn, þá skokkum við hérna fram hjá Reykjalundi og hérna, og svona lengri útgáfan, sko. Það er gott að segja frá því að þegar Örningi var í FH, þá kom hann samt hingað og hann hafði sig á hlaupum Reykjafelli. Já. Það var bara svo leiðis. Það er metnaður. Svo gott er að hlaupa hérna. Svo gott er að hlaupum Reykjafelli. En svo við erum að vera búin að skoða allt sem, Já, það er rúsínni pilsendar, djöfull lýst mér á það, maður. Ég finn lyktina, þetta er Viðar gufubað. Þetta er sána, þetta er ekta finnst sána, sko. Hérna sitja menn löngum stundum, sko, og láta punginn á sig síka, sko. Hér, Þessi notaður, sko. Þessi hefur notaður 2003. Þetta er old school. Orginal fatan hérna og ausan og allt, sko. En menn er eitthvað að tala um þetta frá tímum Snorra Sturlussona bara í Reykjadalinn. Já. Gæti passa. Það hefði verið svo leið, sko. En svo hvað þið búið yfir henni glæsilegustu aðstöðu hérna eins og sjáum á þessu göngutúru hérna í kring, það er bara... Hér er allt til alls. Allt til alls í Mosfellsbænum. Já. Hér er engin svikinn, sko. Nei. Allt í varmá. Það er allt til þar. Stemningin, heimilis, hvað er maður að segja? Þetta er heimilislegt. Þetta er heimilislegt. Og hérna, aðstæðan og nú er bara að fara norður og taka þína menn og massa og... Taka 2 punktar fyrir norðan, segið þið. Taka brósa. Já, taka brósa. Erfitt fyrir mig alltaf að vera hlutlaust núna, en... Erfitt að kommenta það. En strákar, ég bara ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að lóðsa okkur hér og þetta er hinn glæsilegasta aðstæða og ég óska ykkur allsins besta í kvöld og næstu leikjum. Takk fyrir það. Hvort sem það verður 2 í viðbót eða fleiri. Já, það er bara ánægja að fá ykkur á staðinn og hérna... Þetta er sekt. Verið velkomin. Þetta er sekt á Davíð, síminn hringir. Hann var sér ekki með neti, þannig að hann veit eitthvað sport.is er. Þetta er glæsilegt. Takk kærlega fyrir okkur og bara alltaf besta. Líf og fjör. Líf og fjör. Takk fyrir okkur. Þá erum við búin að geta einhvern einasta krók og kima hér í íþróttahúsinu við Marmá. Þrándur og Davíð voru hinnir bestu gestgjafar og húsakynnin alveg gjörsamlega til fyrirmyndar. Við fengum rjúkandi heitt kaffi en reyndar ekkert með því. Hvað stjörnugjöf varðar hér í dag þá hljóta Mosfellingar 4 stjörnur og jafnvel hálfa til viðbótar. Þetta var gríðarlega skemmtilegt og þá eru aðeins 2 klúbbar eftir til að kíkja á í vetur og það eru Safamýrapiltar og við ætlum að kíkja í Krikann. Við þökkum ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag og sjáumst hress í næstu viku. Þú fær 15 króna afslátt í 10. hvert skipti sem þú dælir 25 lítrum eða meira með Óbí-lyklinum. Afsláttur allan hringinn með Óbí-lyklinum. Kynntu þér vaxtaþrep 30 dagar á Íslandsbanki.is. Við bjóðum góða þjónustu. Íslandsbanki.